tónlist sem meðal annars leikin á Búsahöld, en nemendur tónlistaskólana í Garði og Sandgerði fluttu tónlist sem unnin var sérstaklega fyrir opnun sýningar á byggðasafninu á Garðskaga nú á dögunum. Sýningin Hugur, heimili og handverk Suðurnesjamanna opnaði á Garðskaga mánaðamótin. Þau Tanja Halla Önnudóttir sýningastjóri og Þórarinn Magnússon safnvörður settu upp sýninguna auk þess að fá aðstoð úr ýmsum áttum. Tanja hönnuðu sýningarinnar. Það voru hjónin Ásgeir Hjálmarsson og Sigurjóna Guðnadóttir sem opnuðu sýninguna. Ásgeir stofnaði Byggðasafnið á sínum tíma og var fyrsti forstöðumaður þess, og Sigurjóna dóttir Guðna Ingimundarsonar, en vélasafnið á Byggðasafninu kemur úr fórum hans, ásamt bláa trukknum sem allir garðmenn þekkja. Og nú verður opið alla daga með stórum stöfum frá klukkan 10 til 5, frá 1. maí til 30. september. Og það kostar ekkert inn? Það kostar ekkert inn á þetta safn og það eru allir velkomnir. Og það má kannski taka fram líka að það er opið alla hátíðisdaga. Það verður opið á 17. júní, uppstillingadag, sjómannadaginn, hvítsönnuhelgina og auðvitað verslunarhelgina líka. Þeir voru með skemmtilega viðburð við opnunina. Þeir fengu tónlistaskóla fólk úr bænum til þess að gera skemmtilega hluti. Já, það tókst alveg einstaklega vel og var skemmtilegt og það er hluti af sýningunni Hugur, heimili og handverk, eða það var hluti af því sem við sóttum til uppbyggingarsjóðs Suðurnesja og með styrk sem þeir samþykktu, og hluti af því var að fá verið í samstarfi við tónlistaskólann í Garði og tónlistaskólann í Sandgerði. Og skólastjórnin komu með nemendum og kennurum og það var gerð svona mjög skemmtileg, hvað geti kallað það, hljóðupptaka af, það var mjólkurbrúsi og það var ýmis svona tæki til heimilisnota sem var tekin hljóð og sími og klukkan í stofunni og svona ýmis tæki, og það var spila hérna og fólk þurfti að geta svona hvað þetta var, gerði sem ekki allir grein fyrir því. Og síðan spiluðu ungmenni á þessi heimilis, tæki, eða hvað maður getur sagt, þarna á sýningun og tókst hún rosalega vel. Sannkallaður gjörningur? Já, það var sannkallaður tónlistargjörningur og ég veit að þau eiga eftir að nota þetta aftur. Og þetta bara svona nýr vinkill hérna í samstarfi við Byggðasafnið. Og þið að gera margt skemmtilegt hérna á safninu? Já, við reynum það. Fyrst og fremst erum við náttúrulega að segja sögu hérna Suðurnesjamanna og síðan íbúa í Suðurnesjabæ, Garði og Sandgerði, og erum með ýmislegt frá bæði atvinnulífi og landbúnaði og síðan heimili, eins og við vorum að opna helgina. Og svo náttúrulega það sem aðal nellikan í hnappagati þessa safns, ef ég má orða það svo, það er náttúrulega vélasafn Guðna Ingimundarsonar. Og það hérna áfram, og við vorum aðeins að skipta út vélum í vor, þannig að þeir sem eru búin að koma oft og skoða vélarnar, þeir sjá einhverjar nýja núna í sumar. Já, þannig að þeir rauninni hafa þetta þannig að vélarnar eru ekki allar hérna á sama tíma. Nei, við komum náttúrulega bara ekki öllum fyrir á sama tíma, en trukkurinn hér inni og það var aðeins skipt út vélum og svo munum við láta vita og auglýsa sem viðburði þegar við störtum vélum. Og ég vil líka minnast á það að áraskipið Fram sem hérna hjá okkur, það súðbyrðingur. Og súðbyrðingar komist á heimsminjaskrá UNESCO fyrir 2 árum síðan. Og þannig að það alveg þess virði að koma að kynna sig hvað súðbyrðingur líka því að það hefur verið svolítil umræða varðveislu trébáta og þó stærri báta líka á Íslandi og þeir sem voru smíðaðir á Íslandi. Þannig að við viljum vekja athygli á því. Og safnið með nokkra báta í sinni varðveislu? Já, við varðveitum 3 súðbyrðinga og það einn þeirra hérna á sýningu og það Fram. Og svo bara verður framtíðin að segja okkur og sýna okkur hvað kemur í ljós, hvort að við getum skipt út eða hvort að við getum sýnt á síðar meir. En allavega Fram hér á staðnum. Svo þið með gömlu húsin í Sandgerði hérna í rými hjá okkur? Já, húsin að Sigga í Báru. Okkur þykir svo vænt þá sýningu og eins og svo sem allar aðra sýningar hér. Og við erum smám saman að byggja upp þá sýningu Sandgerði og höfum fengið mikið af upplýsingum húsin en vantar þó ennþá. Svo vorum við að fá myndir, yfirlitsmyndir frá Sandgerði frá 58, 90 og 99. Svolítið gaman að bera það saman hvernig Sandgerði hefur þróast og svo á ég von á því að ég geti útvegað mér mynd frá 55 þar sem búið að skrifa inn á hvar Sólbakki eða hvar þessi bær og þá getur fólk leitað á myndinni út frá húsunum á sýningunni.
svona hluti Sandgerðis alltaf svona smá að vaxa hérna á safninu. Já, enda þetta byggðasafn á Garðskaga byggðasafn þeirra sem í Garði og Sandgerði. Þetta byggðasafnið í Garðskaga í Suðurnesbæ. Hvað með svona önnur rými í safninu? Það að fara að opna síðan svona fleiri sérsýningar? Já, það eitt rými sem var lokað núna 30. apríl og verður lokað núna út maí. Við ætlum að setja upp lýðveldissýningu. Því lýðveldi Íslands 80 ára 17. júní og það verður víð land hátíðahöld og meðal annars verðum við með lýðveldissýningu inn á safni hjá okkur í rýminu við móttökuna og lýðveldisvitin okkar á Garðskaga, hæsti viti landsins, hann tekur líka þátt því að hann líka 80 ára á árinu. En það reyndar ekki fyrir 10. september en hann verður látinn taka þátt í hátíðahöldunum alveg frá 17. júní. Og við kynnum svo frekari dagskrá sem mun, til dæmis á 17. júní, þá verið að móta dagskrá sem verður í lýðveldisvitanum. Sýningin Hugur, heimili og handverk Suðurnesjamanna. Já. Hver svona hugmyndin á bak við þessa sýningu? Hugmyndin bara að kynna fólki fyrir heimili fólks í sjávarþorpum. Það hugmyndin á bak við. Og munirnir sem þið eru að sýna, hvaða munir eru þetta? Munir eru frá fólki hérna á svæðinu. Munir eru úr Garði og Sandgerði og það svona sitt lítið að hverju. Það liggur mikil vinna á bak við þetta? Já, það liggur mikil vinna á baki. Hvernig svona undirbygguðu þetta og hófuðu saman munina og svona settu þetta upp? Sko, munirnir voru hérna á safninu. Svo var bara að setja þetta upp og teikna þetta allt og svo náttúrulega skiptir miklu máli að fá styrk. Og þessi sýning styrkt af uppbyggingarsjóði Suðurnesja. Svona hvað að reyna að draga fram, hvaða tímabil þetta sem að þið eruð að horfa til? Það svona sitt lítið að hverju. Það sko, eldhúsið hérna frá 1950 og svo eru alls konar munir en það oft verið að tala sko, hvernig hægt að færa söfn inn í nútíman. Og hugsunin var svolítið þannig að sýna það að fólk alltaf fólk. Þannig að hugur, heimili og handverk, þetta bara að hleypa fólki inn á heimili fólks áður fyrr og sýna nútíminn, fortíðin, hugsum öll svipað. Hvernig sýningin byggð upp? Þetta eru 3 rými. Já, sýningin ber yfirskriftina hugur, heimili og handverk. Þannig að fyrsta rýmið heimilið, svo tekur hugurinn við, sem svona, við nálgumst það í gegnum skrif, það eru dagbókaskrif, ljóð, rithöfundahorn. Og svo síðasta rýmið, það svona handverk. Og þar safn af saumavélum? Já, það stórt safn af saumavélum, eins og fyrsta rýmið stórt safn af útvörpum. Byggðasafnið á Garðskaga á myndalegt safn af saumavélum sem sýnt í handverksluta sýningarinnar. Þar naut safnið aðstoðar FabLab Suðurnes við að útbúa merkingar við allar vélarnar. Í þessu saumavélurými, þar kannski sést líka hvað var verið að gera í handverkinu hérna áður fyrr? Já. Bæði að fella netin heima og sjóvettlingarnir og útsaumurinn og ýmislegt. Og hveitipokar sem hafa komið að góðum notum? Já, við fáum sko gæsahúð þegar við fáum hveitipoka í húsið sko. Að það svolítið skemmtilegt að á rúminu líka hveitipokalag og hveitipokarúmföt og svo erum við með hveitipokakjól og svo fjöldan allan af hveitipokanum sjálfum. Og þetta var allt saman til þetta? Þetta var allt saman til. Já. Þetta safn leynir á sér? Það ýmislegt til á safninu. Það ýmislegt til. Hvað gerir heimili að heimili? Fólk. Fólk gerir heimili að heimili. Gerir hús að heimili. Þannig að, og svo tengjum við kannski einhverja muni við fólkið. Stofuklukkuna hjá og afa og... Og hérna veggur, bara með fjöldin allar á útvörpum, þetta var náttúrulega á öllum heimilum í eina tíð? Já, kannski bara eitt stykki, ekki svona mörg. Já. Á þessi sýning eftir að þróast eitthvað áfram og hvað stendur hún lengi? Þetta verkefni 2 áfangaverkefni og þannig að fyrsta áfanga lokið og þetta föst sýning. En svona bara eftir að bætast við hana og breytast eftir hvað í gangi. Kannski kemur svona jólaeldhús og jólastofa og jólabókaflóð og nú heyrist í klukkunni og afa. Þetta mjög heimilislegt. Þetta mjög heimilislegt. Og þeir eru með síma og það hægt að hringja á milli? Já, það hægt að hringja. Það ákveðin saga þar á bakvið, sko. Við tökum á móti mikið af skólahópum
og þau maður segir við þau ætlar ekki að leggja á, skella á og þau eru hægt að tengja við þetta. Nú segja þau að loka. Þannig að þau mörg hver kunna ekki á skífusíma og þau geta prófað það hér. Hlusta á sóninn, hringja á milli rýma. Þeim þykir það mjög spennandi. Svo það kannski að lokum verslun Þorláks Benediktssonar. Já, hún blómstrar. Þið eru komið með ýmsan varning sem þið eru að selja. Já, við tökum á móti mjög mörgum gestum hérna í verslunni íslenskum og erlendum og verslun Þorláks orðin móttaka og svona upplýsingamiðstöð bara hér á safninu og fyrir svæðið og við höfum sent inn síðastliðin 2 ár til uppbyggingarsjóðs Suðurnesja óskurum nýsköpunarstyrki og fyrra árið þá var það að búa til kertavita 5 kerti úr Suðurnesjabæ af því það eru 5 vitar í Suðurnesjabæ og við erum búin að fá þá, enda kemur Sandgerðisviti núna upp úr miðmánuðinum, mjög skemmtilegt og við vinnum þetta í samstarfi Kertahús og Ísafirði. Þannig að þá eru kertavitinu komnir og svo datt okkur í hug í framhald af því að þá yrðum við að athuga hvort við getum ekki fengið nýsköpunarstyrk fyrir vitakortum úr Suðurnesjabæ og Reykjanesvita. Það er eftir því sem best við 13 vitar á Reykjanesi en það er ekki að gleypa allan heiminn í einu. Þannig að við byrjum með vitunum í Suðurnesjabæ 5 og Reykjanesvita í kortin og við fengum að Braga Einarsson listamann hér úr garðinum til að mála vatnslítamyndir af öllum vitunum og svo hafa verið gerð póstkort og þetta í senn minjagripur og listmunur og bara beinlegt póstkort og ég bara hvet fólk til að koma og skoða þessu fallegu gripi. Og svo erum við á Roskvalanesi og ég sé að rostungarnir, þeir eru komnir hérna alveg bara heil hjörðaðum í verslunina. Já, nú eru bara komið fjöldi rostunga hingað á byggðasamlag á Garðskaga og sem er staðsettið mitt á Roskvalanesi og við viljum endilega halda þessu heiti við þó að Roskvalanesi sjálft hafa nú náð lengra heldur en okkur bara á Garðskaganum og í vetur þá gerðum við samkomulag við listakonu sem býr hér í garðinum og heitir Ingibjörg Kári Jóhannesdóttir og hún er lærð leirlistakona og hún gerir fyrir okkur rostunga og hver og einn hefur sitt einkenni og sinn persónuleika og þeir eru sem seldir hér og komnir. Og það er að gera að koma bara á safnið og líta á þá. Það er alveg skín af þeim gleðin yfir því að vera komnir hingað loksins aftur eftir öll þessi ár. Sagt er að það veiði hafi hægt hér á rostungum upp úr 1100. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Edda Sól Jakobsdóttir ung kvikmyndagerðarkona frá Grindavík. Hún hefur undanfarin ár búið í Danmörku þar sem hún lærir meðal annars kvikmyndagerð en var stödd á Íslandi á dögunum þar sem heimildarmynd hennar Fjallasaga var ein þeirra mynda sem kepptu á kvikmyndahátíðinni Stockfish. En hvaðan kom hugmyndin af Fjallasögu? Hugmyndin kemur eiginlega frá að þegar ég var í Danmörku, eða ég bý í Danmörku, ég var alltaf að fá spurninguna hver er uppáhaldsstaðurinn í Danmörku og mér finnst að uppáhaldsstaðurinn minn á Íslandi er Kerlingarfjöll. Og þá fór ég mikið í pælingar af hverju það er uppáhaldsstaðurinn minn og langaði fór aðeins meira að kanna það. Og ég fannst ég aldrei ná að lýsa fyrir fólki af hverju það væri uppáhaldsstaðurinn minn og hversu fallegur hann væri, bara með orðum. Þannig að ég hugsaði bara að ég þurfti að búa til stuttmynd svo ég geti sýnt fólki þennan stað og sagt þeim söguna í myndum líka því að ég náði aldrei að lýsa henni bara í orðum. Og var þetta ekki virkilega gaman? Þetta afinn sem aðal söguhetja. Já, sögumaðurinn í rauninni. Já, jú, þetta var ótrúlega gaman. Ótrúlega gaman. Og við vorum sem sagt... Hvenær var þetta tekið upp? Þetta var tekið upp síðasta sumar. Já, í ágúst. Og við fórum ég og Ísabella, vinkona mín, og afi, bara 3 saman í 2 daga upp í fjöll. Þannig að það var lítill tími. Og lítill tími og þetta var mjög svona, eins og ég sletta þess, learn by doing. Þannig að vorum bara að gera allt saman, við vorum á hljóðinu og vorum líka á vélinni og svo var ég að leikstýra og líka framleiða og þannig að maður þurfti að taka marga hatta. En ástæðan fyrir þessari mynd, er þetta eitthvað bara verkefni
núna, er þetta lokaverkefni eða hvað? Nei, þetta er í rauninni bara svona passion project. Þetta er bara stuttmynd sem ég langaði ótrúlega mikið að gera sjálf. Já, tengist ekkert skólanum sem slíkum? Nei, bara mynd sem ég langaði að gera til þess að koma mér á framfæri. Ég fór sem sagt í European Film College, þannig ég er búin að vera mikið að vinna með bíómyndir, aðallega í framleiðslu og síðan mér langaði svo ótrúlega að leikstýra og þannig að þetta verkefni í rauninni bara gert þannig. Mér langaði að pröfa að leikstýra og sýna hvað ég gæti gert í rauninni. Og er myndin að taka þátt í einhverju keppni? Já. Og tilkynntum úrslitin á Eddunni, þannig að Edda er að fara á Edduna. Eddan er að fara á Edduna. Já, þetta er í rauninni, ég sendi hana inn á kvikmyndahátíðina Stockfish sem er hérna á Íslandi og þessi hátíð er sem sagt fyrir kvikmyndagerða fólk á Íslandi sem er að reyna að koma sér á framfæri. Já. Og hún var sem sagt valin ein af 5 myndum til að vera partur á þeirri hátíð, þannig að ég Af hvað mörgum, veistu hvað voru margar sem var? Ég held að það hafa verið sem sagt, það voru 90 myndir allt í allt sendar inn á sem sagt fyrir alla flokkana. Það eru 4 flokkar og svo komast 5 myndir inn í hvern flokk. Var það ekki bara fyrir sig mikil upphæð? Jú, í rauninni ég bara þvílíkur heiður að fá að vera partur á þessu festivali, sko. Þannig að hvort þú vinnur... Það er bara aukaatriði, sko. Já, algjörlega. Okay. Af því að líka með því að komast inn á þessa hátíð þá fara maður að sýna myndina í Bíó Paradís sem var algjör draumur. Já. Að fá að sýna fólki hvað maður er að gera og þannig að þetta bara búið að vera útrúlega skemmtilegt. Sko, mér langaði útrúlega mikið að fara þarna og taka upp staðinn eins og ég sagði. Ég náði ekki alveg að lýsa staðnum bara í orðum og var svo heppin að fá afa með mér til að vera sögumaðurinn. Hann þekkir náttúrulega staðinn bara eins og handlegginn á sér sem var mikil hjálp að ég hefði aldrei getað gert það án hans. Og við fórum í 2 daga til að taka upp og síðan er myndin í hálft ár í eftirvinnslu og meðan myndin er í eftirvinnslu þá sem sagt gerist allt þetta í Grindavík þetta ástand sem er núna. Og það hafði mjög mikil áhrif á hvernig ég klippti myndina því að þegar ég tók þessa mynd upp þá var ég mjög mikið að kanna samband milli staðar og fólks og að því ég var að kanna mitt samband af hverju er þetta uppáhaldsstaðurinn minn í Íslandi og það er sem út frá að ég er þarna oftast með manneskjum sem ég elska þannig að það lítar mjög mikið hvað mér finnst staðinn. Já. Og þetta subject connection between person and a space það verður bara mikilvægur í mínu lífi af því að það er náttúrulega mjög mikið það sem Grindavík er að fara í gegnum að fólk er að fara saknar samfélagsins, það er að fara frá staðnum og þannig að þessi könnun verður bara stærri og stærri og litar mjög mikið hvernig ég ákvað síðan að klippa myndina í endan. En hugmyndin af myndinni var ekki, varstu bara strax þá með afaðinn í huga? Eða kom það síðan bara seinna meir? Það kom þegar ég fór að kanna þetta connection milli staðar og manneskju. Þá fór ég þessa hugsun af hverju er þetta svona mikilvægur staður fyrir mér og fann þá út og var búin að lesa alls konar greinar og hvernig fólk er með tengingu við aðra staði að það er eiginlega út af fólkinu. Staður er bara jafn góður, hvað segir maður, a place is only as good as the people in it. Þannig að mín upplifun af Kerlingarfjöllum er svo ótrúlega litið af að því ég var það með fjölskyldunni og ég fekk að vera þann fjölskyldunum við náðum að gera það sem okkur fannst gaman. Þannig að það var eiginlega eina í stöðunni að fara að taka þetta upp með afa. Af því að það er þannig sem ég þekki staðinn og staður væri ekkert eins fyrir mér ef ég hefði ekki verið þar með honum. En hver er ástæðan fyrir þessari miklu tengingu við Kerlingarfjöll? Var afiðinn að vinna þarna sem staðarhaldari eða hvernig var það? Já, við vorum þar mikið þegar ég var yngri. Við vorum alveg 3 eða 4 sumur að vinna þar, fórum öll fjölskyldan að vinna yfir sumarið. Báðir foreldrarnir? Já, mamma og pabbi og afi og amma og þetta voru bara Þetta eru bestu minningarnar, sko. Þetta er móður afiðinn, þannig að var mamma þín Tobba, var hún mikið sem barn þá líka eða eitthvað? Já, eða í rauninni á fullorðinsárum. Á fullorðinsárum? Já, og ég er hana í kringum 8 ára gömul. Og við förum á sumrin að vinna í skálanum að hjálpa túristum og afi að vera leiðsögumaður og þetta voru bara bestu sumrin og á þessum tíma það er engin
símar eða það var ekki eins og sko, hvað segir maður, símatengingana. Þannig að maður er mjög einangraður og fær svo mikinn tíma og eins og ég segi í myndinni bara, ég fekk svo mikinn tíma til að hugsa hvað það sem mér finnst skemmtilegt og ég þurfti einhvern veginn að skemmta sjálfur mér svo mikið. Það var einhvern veginn ekkert og var það bara að fara í alls konar fjallgöngur og heyra alls konar sögur frá fjallafólki og bara, já, var dolfallin yfir öllum sögum og þaðan kemur kannski þessi, hvað segir maður, áhugi. Andagiftin af myndinni kannski? Já. Og bara svona. Eiga þessar æðislegu minningar og ösku, ert náttúrulega bara að læra þetta fag, kvikmyndagerð, þá bara, heyrðu, slá hérna, ég bara nokkra flugur í sama höfuð eins og einn góður sagði. Já. Og gera þetta með afhæðum, þannig að þetta hefur verið mjög gaman, eða ekki? Jú, og svona fara smá tilbaka, hvar þetta byrja allt, hvar byrja þessi áhugi á að segja sögur. Og það gerist smá í Kerlingafjöllum að því ég var að hitta alls konar fólk, heyra alls konar fjallasögur og ég var bara alveg dolfallin af þessu. Og er þetta þín fyrsta heimildamynd? Já, þetta er mín fyrsta heimildamynd sem ég... En ekki svo síðasta grunna mynd? Nei, klárlega ekki, voru ekki. Ég er 25 ára núna og ég fór í kvikmyndagerðarskóla þegar ég var 20. Bara á Íslandi? Nei, í Danmörku sem sagt. Já, ég flytt til Danmörkur í lítinn bæ sem heitir Ebeltoft og fer í European Film College þar. Til þess að ég var búin að vera mikið í leikhúsum í menntaskóla og langaði svo ótrúlega mikið að pröfa með kvikmyndir en vissi algjörlega ekkert hvort það væri fyrir mig sko. Og fór í svona bara, þetta er 1 árs nám, svona lýðháskóli sem maður fara að pröfa og gera. Í rauninni snýst að búa til portfóljó ef maður vill sækja með einhver aðra skóla. Og svo varst mér bara geðveikt gaman. Þannig að það var eiginlega ekkert aftur snúið eftir það. Þannig ég flutti til Köpen eftir þann skóla og hef búið þar síðan. Og hvenær byrjar í því námi og hvenær lýkur því? Já, síðan er ég í rauninni bara í 1 ár í Köpen sem bara vinna sem frílans, er ég bara alls konar mismunandi verkefnum og ákveð síðan að fara í multimedia design í tækni- og hönnunarskólanum í Köpen og er að útskrifast þaðan jólin. Hvað er planið síðan hjá þér? Þetta eitthvað fann að hugsa að gera stóra kvikmynd eða þú veist hvert heldur að leið þín liggi? Sko, ég vona að ég fá bara tækifæri að gera fleiri kvikmyndir. Þetta er rauninni bara frumraun mín sem leikstjóri. Þannig að ég vona að þetta sé bara byrjunin og það muni koma fleiri sögur frá mér, sko. Það væri náttúrulega draumurinn. Hvað með myndbönd sem var þetta tónlist? Tónlistarmyndbönd? Tónlistarmyndbönd. Hefur eitthvað verið í því eða? Nei, já, ég hef verið í því, en þá er ég vanalega að vinna sem í production partinum. Þegar það er tónlistarmyndbönd eða narratives, leiknarmyndir, þá er ég oftast að vinna í framleiðslunni. Og svo þegar kemur að heimildamyndum, þá langar mig að vera leikstjóri. Já. Þannig að, já, mjög gaman að tvinna þessu saman, sko. En bara kvikmynd, þú veist, í fullri lengd, ekki heimildamynd, heldur bara... Sko, ég bara er dolfallin af heimildamyndum, þannig að ef það var í fullri lengd, þá bara, já, var algjör draumur að búa til heimildamynd í fullri lengd, sko. Maður byrjar oftast bara á stuttmyndum og vinnur sér síðan upp. Frábært. Og veitu, þú ert náttúrulega fædd og uppalinn í Grindavík. Já. En hvað, hefur ekkert búið þar núna undanfarin ár? Bara síðan þú hvernig fluttir þú til Danmörkur? Sko, ég flytt 16 til Akureyrar til að fara í menntaskólann þar, eins og margir Grindvíkingar gera. Já. Og síðan flytt ég heim í 1 sumar eða eitthvað og fyrir síðan til Köpen eftir það. Já. Og er búin að vera núna 3,5 ár í Köpen. Þannig að þetta ástand í Grindavík, þetta er ekki beint að snerta þig en þú ert foreldrarna og... Sko, snerta mig á rauninni annan hátt, að ég er að fá þetta í gegnum í rauninni fréttirnar úti og í gegnum allir æskuvinir mínir eru frá Grindavík og sem ég bara ennþá í mjög miklu sambandi í dag og öll fjölskylda mín er í Grindavík, þannig að ég bý í öðru landi en er hálfgerðan einhvern veginn alltaf í símanum og með annað auga á fréttunum og þannig að, ég myndi segja alveg snerti mig mjög mikið, sko, en bara örugglega á annan hátt náttúrulega en að vera þar, já. Ok, en þegar þessu námi lýkur, hvað áttu vonuð að flytja þá
aftur til Íslands eða? Sko, ég er búin að fá spurningu mikið. Ég veit það ekki, ég held mögulega hérna kannski áframhaldandi nám, hvort sem að það verði á Íslandi eða í Köpen eða London eða hvað sem það verður. Ég er alveg til að mennta mig aðeins meira. Já, og síðan hver veit hvort að maður flytji heim eða verði í Danmörkunni, sko. Og hvað, talar þú væntanlega dönskuna alveg Já, reybrennandi? maður er orðin reybrennandi í dönsku. Komdu með smá frasa. Hvað ég að segja? Ja, jeg kan godt snakke dansk. Það er frábært. Innilega til hamingju með þetta. Takk fyrir. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið viljum við minna á að við erum að gefa út blaðið að sjálfsögðu. Prentum það í hverri viku og dreifum því á Suðurnesjum á 30 stöðum. En við erum líka farin að dreifa því á 3 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Í Salalaug í Kópavogi og í Netto verslunum á Granda og í Mjódd. Nú við erum að skrifa fréttir alla daga á vaff.is og á kylfingur.is. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að hafa samband ef að þið eru með góðar hugmyndir efni. Sendið okkur á vaff hjá vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst síðar, verið í sæl.